Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesskaga og nú síðast í Árnessýslu vegna öflugrar jarðskjálftahrinu. Finnum mjög mikið fyrir þessum skjálftum í húsinu okkar. Þeir eru nálægt okkur. Fyrsta tilkynning eldgos. Gosið sé við Fagradalsfjall. Við bara erum að horfa á eitthvað sem við ekki séð áður. Það væru 800 ár síðan síðast gaus á Reykjanesskaganum. Þá virðist skaginn vera glaðvaknaður núna. Sennilega erum við bara að sjá upphafið af atburðarás sem að heldur áfram. En sólin mun koma upp aftur. Okkar hlutverk svona helst að fylgjast með auðlindinni og vakta hana og til þess höfum við sett upp gagnagrunn og mælaborð þar sem við sjáum í rauntíma stöðu auðlindarinnar hverju sinni. Við erum náttúrulega með mjög öflugt teymi vísindamanna. Það fólk hefur átt í mjög góðu samstarfi við Veðurstofuna og almannavarnir. Og við sitjum þar reglulega fundi með Veðurstofunni þar sem farið yfir öll gögn. Svartsengi. Í stjórnstöð HS Orku hérna í Svartsengi þá erum við að bara passa að vélarnar snúi sinn snúning og framleiði sitt rafmagn og að heita vatni skili sér til byggða. Okkar markmið auðvitað að nýta auðlindina sem allra best og á sjálfbæran hátt. Og það ríkir greinilega mikið traust og gott samstarf milli viðbragðsaðila, almannavarna, Veðurstofunar og okkar góða rannsóknarfólks. Jarðhræringarnar hófust í raun haustið 2019 þegar að jarðskjálftar og landris mældust á svæðinu. Og okkar verkefni var kannski til að byrja með að greina innviði sem að kynnu að vera í hættu af tilvonandi eldsumbrotum af því að þeim tíma voru miklu jarðskjálftar en í sjálfu sér ekkert komið upp. Síðan var fyrsta eldgosið í mars 2021 í Fagradalsfjalli. Fyrsta gos markaði í rauninni upphaf af nýju tímabili. Og í raun og veru hófst þá vinna við að undirbúa alla viðbragðsaðila og okkur við því ef að eldgos kæmi nær í byggð. Hvar yrðu þessi varnargarðar hugsanlega? Það sem að landreið segir núna þá auðvitað þarna orkuver, það stór ferðamannastaður, það eru þarna kaldavatnslagnir, það eru rafmagn og svo auðvitað Grindavík í næsta nágrenni, þannig að þetta eru svona staðirnir sem við erum að horfa á. Fórum að í ýmsar hermannir á svona sviðsmyndum og í framhaldi af því hönnun á varnargörðum í kringum svæðið. Það er alveg ljóst að Svartsengi og virkjunin bara virkilega verðmætur innviður á þessu svæði. Og varnargarðaliðið bara þökk skilið að skilja það að þú ert ekki að fara að framleiða heitt vatn á morgun ef þetta hættir. 3000 jarðskjálftar hafa skekið suðvesturhorn landsins síðasta sólarhring og nokkrir harðir skjálftar hafa riðið yfir nú rétt fyrir fréttir. Haustið 2023 þá myndast þessi mikli kvikugangur á Suðurskautsröðinni og það verða gríðarlegir jarðskjálftar þegar þessi kvikugangur að myndast. Á ákveðnum tímapunkti þurfti í raun og veru bara að rýma svæðið. Það var eiginlega bara ekki boðlegt að hafa menn hérna en vaktinn stóð sína plikt á meðan. Við vorum hérna í gegnum þennan versta kafla, þennan 10. nóvember. Svartsengi fluttist í heilu lagi á 2 meter með holum og öllu, þannig að það var engin smá viðburður. Sérstakir tímar í raun og öllum skilningi vegna sem maður vissi ekki hvert maður átt að fara eins og við höfum ekki starfsstöðvar. Framleiðslan allavega, hún gat allavega fór út á Reykjana og svo í raun sinnt sínum störfum þar en við sem erum á skrifstofunni, við gátum það ekki. Og í desember þá tekur Tómas það ákvörðun að við verðum að skapa fólkinu okkar í raun öruggt umhverfi. Við fluttum starfsfólk annars vegar í Krossmóa í Reykjanesbæ og hins vegar í Turninn í Kópavogi þar sem við vorum með litla skrifstofu fyrir. Vorum þá búin að koma því þannig fyrir að vaktmenn gætu rekið virkjanirnar okkar frá Reykjanesi og voru farnir að vera þar yfir nóttina. Þetta voru náttúrulega vissulega tímamót í fyrirtækinu að Svartsengi var mannlaust hérna í fyrsta skipti núna í þessum öllum jarðhræringum. Eftir 10. nóvember lokað inn á svæðið og svo fylgir eftir þarna eldgos 18. desember. Þá erum við í byrjunarfasa í að reisa stækkun í Svartsengi. Þá er náttúrulega strax komið hugmyndir annarkvort bara hætta því verkefni eða halda áfram og við stoppum í raun og veru verkefni í nóvember
Þannig að það var þarna rúmlega 4 mánaða seinkun. Þetta var maður þá tvístiga það hvað skildi nú verða og hvað ákvörðun tekin. Og þetta var líka í rauninu grunnur að því að við í auðlindastýringunni þróuðum sjálfvirkt eldgosa viðvörunarkerfi. En við fáum þá rauninu merki leið og kvikuhlaup hefst og sendir þá sjálfvirkt viðvörun á Veðurstofu Íslands. Þessi nýsköpun í vöktun snýst það að geta notað mæli í borholu hjá HS-orku til þess að nema þrýstingsbreytingar sem hafa mjög skýra fylgni við það hvenær kvika brýst fram. Við hlutum fyrir þessa í rauninu nýsköpun UT-verðlaunin opinbera stafræna þjónustan 2024 og erum mjög stolt af þessari svona nýjung sem ég held að geti nýst á fleiri stöðum í heiminum. Og það bara ómetanlegt að hafa slíkar mælingar til vöktunar. Það var búið að undirbúa þetta mínum dómi eins vel og hægt sem sést kannski best í því að Alþingi bara á sólarhring samþykkti sérlög, veitti fé í það að hér væri byggðir varnargarðar og verktakar ræstir út. Með því að það voru framkvæmdir hafnar við stækkun í Svartsengi þá var komin að ákveðin aðstaða. Þannig að það þýðir að þegar við mætum hann inn með 50-60 kalla og fullt af vélum að þá bara til dæmis bara pláss og kaffiaðstaða á. Við komum til með að leiða þetta verkefni fyrir almannavarnir ásamt því að IAVF starfa samhliða okkur og aðri verktakar líka. Þannig að þetta var svona mjög samstilltur hópur verktaka sem vann þarna bara gríðarlegt þrekvirki að koma þessum varnargörðum á þann stað sem þeir eru nú. Þegar eldgosin voru byrjað að færa sig nær okkur á Sundhnúkagígaröðina og hraunið farið að renna í 8 Svartsengi og svona verulega ógna kannski starfsemi Svartsengis, þá þakka maður alveg fyrir að það verið byggðir þessi varnargarðar sem að hafa heldur betur skila sínu hlutverki. En að sjálfsögðu við hraunrennsli þá var Njarðvíkuræðin, hún varð fyrir því að hraunið fór yfir hana. En við vorum komin langt á veg með að grafa þær pípulagnir í jörðu til að verja þær gegn möguleg hraunrennsli og sá undirbúningur hófst í raun leið og sú sviðsmynd var talin möguleg. Þá stendum við ofan á varnargarðinum og sér bara æðina bara slitt í sundur eins og skórinn, sko. Þetta var eiginlega alveg galið. Maður svona, ok, hvað gerum við næst? Síðan hefst náttúrulega þessi saga að reyna að koma hita á þá æðina sem liggur hérna undir hrauninu. Þá vorum við náttúrulega mjög fljóta að koma upp svona hálfgerðir verksmiðju sem framleiddi ný rör og eða sem sauðu saman. When have the more big eruption here, it melts the pipes, the water goes for Grindavik, the pipe for Narvik also is very hard. We need to make a plan faster, quickly. Nú væri ekkert heitt vatn að streyma til Suðurnesjana og það var kalt í veðri. The first night we have 14 degrees minus, so it's very hard for work. Búum til ykkur stykki til þess að tengja okkur inn á þessa nýju lögn og bara í von og óvon að hún sé í lagi þann undir. Síðan hleypum við á þessu lögn. Hún trúlega svona 800 gráða heitið eitthvað, ég veit það ekki, og vatnið það bara síður í hennu og svo enda með því að hún gefur sig. Það var mikið sjokk og ég man við sátum inn í stjórnstöð og við vissum eiginlega ekkert almennilega hvað við ættum að gera næst. Það í raun og veru eina leiðin að fara bara yfir hraunið með pípu. Það var einhvern veginn alveg augljóst, sko. Ég fer að tala mikið við framkvæmdastjóra hjá Ístak sem við vorum miklu samskipti við og vorum að reyna að redda járnina af mönnum. Það verið að hóa öllum svona tiltækum mannskap sem hægt og Ístak stóð sér bara mjög vel í því og HS-orka líka að ná utan þetta. The team here in HS-orka, we make a really good plan. We start in, one example, in Blue Lagoon parking, put pipes together, 12 meters, more 12 meters, 24 meters, and make the pipes to go to the line for make about 800 meters. Allt kapp verður lagt á að klára frágang lagnarinnar fyrir yfirvofandi gos sem vísindamenn spá að verði jafnvel innan fárra daga. Það verður ekki farið hérna fyrir að búið að fylla yfir hann og ganga frá hennu á þann máta sem við getum. Þú sást það sem voru svona göt í veginum og það var bara glóandi hraun undir löppunum á þér. Fyrir mér var þetta alveg sturluð aðgerð að keyra yfir svona hraun. Okkar fólk hafi farið langt út fyrir kannski það sem kallaði megi eðlilegt hlutverk sitt í að tryggja afhendingu á
þeim gæðum sem við erum að afhenda. Ég held að 36 tímum eftir við byrjum að sjóða saman hérna klukkan 10:30 morgunin var komið vatn á æðina. Þetta var eiginlega alveg magnaður vinnustaður. En það sem ég fannst alveg magnað var hversu fljótt við aðlögumst að því að vera með eldgos í bakgarðinum. Og nú er þetta bara svolítið eins og bara hver annar mánudagur, sko. En gýs nærri Grindavík þótt nokkuð hafi dregið úr krafti gossins síðan í morgun. Ég var á ásatíð HS Orku í fyrra í mars. Við vorum svolítið svona búin að vera að grínast með að það myndi gjósa þetta kvöld. Svo ásatíð fór nokkurn veginn algjörlega forgörðum. Fólk fór bara í viðbragðið í sparifötunum og sem betur fer var ekki langt liðið á kvöldi. Við vorum ennþá öll allsgáð. Svona flest allavega. Að þegar þetta komið þá stóð einn upp og labbaði fram og svo stóð annar framkvæmdastjóri upp og labbaði fram og allt í einu fór svona salurinn hægt rólega að tæmast. Það búið að vera alveg í gegnum allt þetta tímabil mikil samstaða innan allra í HS Orku. Það eru allir að leggja sitt á mörkum að það ekkert verið að gera neitt ráð fyrir neinu öðru. Já, þetta hefur tekið mikið á. Bæði starfsmenn sem í rekstri og þeir sem hafa verið að stýra þessum stækkunarframkvæmd og verktakarnir allir. Það er ekkert sjálfgefið að fá verktaka til að vinna með þessa náttúruvá yfir sér. Það eru búið að vera samtals 9 eldgos á Sundaskíðarauðinni og eru bara komin í rútinu með það hvernig við bregðumst við því þegar að vera að gjósa. Svartsjöverkefnið, opnun á því verki er bara í nánd, sem er náttúrulega bara alveg ótrúlegt með á hvað tíma þetta var unnið. Að halda áfram fullri ferð í þessum framkvæmdum var bara aðdáunarvert. Maður dáist bara því hvernig það fólk hefur staðið sig, sýnt mikla ábyrgð. Everybody here help everybody. So HS Orka is just a name. The rest we are one family, you know. Þegar eru hamfarir í gangi og fullt af flinku fólki að vinna þá þarf lítið til þess að verði nýja lausnir og mikil framþróun. Það stendur upp úr fyrst mér í þessu að það er þessi liðsild sem hefur ennþá meira þjappast hjá fólkinu okkar. Hér starfar bara landsliðsfólk, ég segi það alltaf.